Hvers vegna taka bankarnir ekki þátt í þeirri byrði sem lögð hefur verið á landsmenn? Hvaða úrræði bjóða bankarnir til aðstoðar fjölskyldum sem standa illa? Og hvers vegna njóta neytendur ekki afskrifta erlendra kröfuhafa? Fyrirtæki kvart undan því að þau fái enga fyrirgreiðslu í bönkunum og hvað þarf til að bankarnir fara að starfa með eðlilegum hætti? Þetta eru nokkrar af þeim fjölmörgu spurningum sem brenna á fólki og þau Birna Einarsdóttir, bankastjóri Íslandsbanka, Finnur Sveinbjörnsson, bankastjóri Kaupþings og Ásmundur Stefánsson, bankastjóri Landsbankans eru sest hjá Helga. Jæja, velkomin öll sömul, verð ég að segja. Við skulum bara aðeins byrja á þessu sem að Þórhallur var að tala sem að snýst þessar aðgerðir í þágu heimila og fyrirtækja og þá kannski aðalega heimilana því það hefur verið mikil umræða núna undanfarna daga það hvað sé í raun og veru verið að gera fyrir fólk sem í greiðsluerfiðleikum. Finnur, byrja bara á þér. Er það þannig að bankarnir séu yfir höfuð að gera eitthvað til að mæta fólki eða einfaldlega verið að beina öllum bara í bráðavanda á þessar ráðgjafastofum fjármál heimila? Nei, það nú ýmislegt verið að gera. Það er greiðslujöfnun eitt úrræði, frysting annað úrræði, síðan fer að koma greiðsluaðlögun, það er líka eitt úrræði. Þannig að það er verið að reyna að taka á þessum erfiðleikum með fólki eins og undir. En ugglaust eru margir þeirra skoðunar og bæði innan og utan bankakerfisins að það sé ástæða til að gera meira. Hvað meinar með því? Þú skýrir það aðeins nánar. Já, það hefur verið nefnt að það ætti jafnvel að afskrifa skuldir í einhverju verulegum mæli, fara að laga skuldastöðuna að raunverulegri greiðslu getu fólks, miða við raunverulegt verðmæti, eigna og svo framvegis. Þannig að það væri verið að stíga mun róttækari skref heldur en nú er verið að gera. En hver þín skoðun á því? Það því að nú hefur þetta svolítið verið slegið út af borðinu og allar hugmyndir afskriftir, minnst það hjá stjórnmálamönnum. Hvað finnst þér það? Er þetta möguleiki er þetta möguleiki hreinlega? Já, sko, almenn afskrift, ef þú ert að tala það, að eins og ýmsar hugmyndir hafa verið nefndar, ég held að það sé óraunhæf leið. En hins vegar getur meira en vel verið að það þurfa að horfast í augu það og sérstaklega ef erfiðleika tímabilið verður lengra að þurfa að horfast í augu við það að greiðslu geta margra, hún hreinlega þannig að það get ekki staðið undir öllum þeim skuldum sem það hafa bakinu. Og þá þarf auðvitað að fara að hugsa hlutina með eilítið öðrum hætti heldur en hingað til. Hvað segirðu við þessu, Birna? Það auðvitað nokkuð hörð gagnrýni og það einfaldlega þannig að það eru margir sem eru í miklum vandræðum og þeir kannski hika við að leita í bankan því þeir halda það kannski, hvort sem það er réttmætið ekki að það sé ekki verið að gera neitt. Já, það er eðlilegt að heyra að fólki finnst það ekki velkomið og með sín úrlausnarmál. Það sem að ég sé á tölunum hjá okkur að það eru í sjálfu sér ekkert mjög stór hluti af til dæmis þeim sem eru með húsnæðislán hjá okkur sem hafa sótt eftir þessum úrræðum. Og líklega er það vegna þess að þau hafi ekki verið nægilega kynnt eins og hefur verið komið fram svolítið í fjölmiðlum undanfarið og við sjáum til dæmis hjá okkur að til dæmis verðtryggðu þar sem verið að bjóða upp á þessa greiðslujöfnunarvísitölu að það hafa mjög fáir, hafa held ég 5% af þeim sem eru með verðtryggð lán sótt það. Þannig það til dæmis úrræði sem öllum opið, það ekki tekjutengt eða neitt slíkt. Frystinga á erlendu lánunum sem var í gangi í nóvember, hún var líka stóð öllum til boða og það voru mikið stærri hópur sem sóttu það en þó voru það margir sem heldur bara áfram að greiða. Og ég held að sé líka, ég skil alveg að fólk sé órálegt, ég held að það sem fólk að velta fyrir sig núna, það bara svo óvissa, það hrætt að hvað gerist eða missi vinna og hvaða úrlausnir þá eru til staðar. Og ég heyri það líka, það eru margir sem halda þessi úrræði séu ekki fyrir af því að þau eru ennþá í vinnu og svo framvegis. En þessu úrræði sem ég að nefna hérna, þau duga hvort sem ekki fyrir þá sem eru til dæmis búin að missa vinnuna og þá eru við að ganga mikið lengra, þá eru við að fylgja úrræðum sem að íbúðalánasjóður með og frysta jafnvel lán í alltaf 1 til 3 ár, bæði afborganir og vexti og þetta stendur fólki til boða sem í miklu vandræðum. Þannig að ég held að fólk þurfa að kynna sig hans betur úrræðum en ég ger ekki lítið úr því og skil það að fólk hefur áhyggjur. Ásmundur, þessi frysting sem við talaðum, það eru margir sem segja það að hún sé einfaldlega engin lausn, það sé einfaldlega bara verið að lengja í ólinni hjá fólki. Er það ekki, og gagnrýni sem hefur komið fram á þetta, það séu
óvenjulegi tímar og það þurfi óvenjuleg úrræði. Það ekki svolítið mikið til í því? Þurfa menn ekki að skoða einhverjar aðrar lausnir? Já, menn eru náttúrulega eins og komið fram bæði á Finnu og Birnur og menn eru náttúrulega með öll þessi úrræði upp á borðinu og það er náttúrulega alveg augljóst mál að bankarnir standa frammi fyrir stórfelldum afskriftum. Við gerum okkur alveg fulla grein fyrir því. Það sem að við höfum hins vegar ekki bolmagn til að gera er að afskrifa hjá fólki sem hefur fulla greiðslugetu og getur staðið undir því. Við höfum ekki afskriftareikninga til að taka á móti því. Bankarnir eru náttúrulega bara milliliður, þeir fá peninga inn og setja peninga út. Þannig að þeir hafa sjálfsög ekki eigin sjóði að deila út í þeim skilningi. En ég held að öll þessi úrræði séu í gangi og þau eru með svipuðum hætti eða svo sem nánast eins í öllum bönkunum. Þannig að við erum ekki að keppa á þessum vígstöðum, við erum að keppa bara það að gera þetta eins vel og við getum. En það kannski, að því þú sagðir í upphafi að það væri rétt að tala heimilin kannski meira fyrirtækina, þá held ég að þessi kannski tvö atriði sem mér langar að nefna í því. Það fyrra er vextirnir. Að vaxtastigið sem við stöndum frammi fyrir í dag, það mjög alvarlegt. Og þeir sem þið hafið fjallað kannski mest þá sem eru með erlendlán, þeir eru, eins og kom kannski fram hjá Birnu, þeir eru kannski ekki verið staddir heldur en þeir sem eru með verðtryggð lán. Vextirnir og erlendlánunum hafa líka verið lækkandi, þannig að greiðslubyrðin hefur kannski temprast svolítið með þar hjá fólkinu. En íslensku vextirnir, þeir eru í himinhæðum. Við höfum reyndað að fara fyrir í Landsbankanum í að lækka vexti og kannski ekki allir fylgt okkur í þeirri vegferð. En við höfum líka beinum tilmælum til Seðlabankans það og peningamálanefndarinnar að það verði tekið mjög stórt skref í vaxtalækkun núna við næstu ákvörðun. Vegna það var alveg augljóst mál að það verður að koma vöxtum í íslenskum krónum niður fyrir 10%. Til þess að við getum farið að skuldbreyta þessum lánum yfir í íslenska mynt, bæði fyrir fólk og fyrir fyrirtæki. Þannig að þetta almenn aðgerð sem mjög brýn, bæði fyrir fólkin og fyrirtæki. Og ég held við eigum kannski, þið ættu kannski að beina athyglinni svolítið meira en það hafi gert að því. Hinn þátturinn svo, hvað það sem ákveður greiðslugetuna? Það ekki bara skuldirnar þínar, það líka tekjurnar. Og þess vegna getur ekki rætt í rauninni skuldavanda heimilanna allra síst í dag án þess að ræða stöðu atvinnurekstrarins til þess að gefa fólki færi á því að afla þessara tekna. Og ég held að skipti bara öllu máli að okkur takist að tryggja áframhaldandi rekstur atvinnulífsins þannig að það haldi ekki áfram sú þróun sem búin að vera undanfarið með vaxandi atvinnuleysi. Ef við erum með 9 eða 10% atvinnuleysi þá erum við með væntanlega svona 15-17% fjölskyldna með atvinnuleysa heimafyrir. Þannig að staða fyrirtækjana verður ekki þessu samhengi aðgreind frá stöðu einstaklingana og jafn mikilvægt fyrir einstaklingana sé tekið á atvinnumálunum eins og að sé tekið á einhverjum greiðslu frystingum eða öðru slíku. Ég ætla samt að aðgreina þetta eins og við skulum koma að þessa fyrirtækjunum eftir og eftir en aðeins varðandi þetta finnur varðandi greiðsluverkföll sem hafa verið talað og það hefur líka verið umræðar hreinlega það og við heyrðum það í Hæstaréttarlögmanni í gær að hann efast hreinlega það að þessi lán sem voru veitt í erlendum gjaldmiðli en sannarlega greitt út í krónum að þau hafi hreinlega verið í samræmi við lög. Hvað segirðu við þessu? Hafið þið skoðað þetta eitthvað sérstaklega eftir þessa umræðu þetta? Ég hef heyrt þessari skoðun fleygt og veit að skoðun hún stutt ágætt þessu rökum svona með þessu. Jú, en auðvitað það þannig að við í bönkunum teljum að við höfum verið að fara alveg eftir lögum þegar þessi lán voru veitt, þannig að ég get ekki svarað því öðruvísi. En hvað með þessi? En hins vegar vil ég taka undir þetta sem Ásmundur var að nefna að það skiptir öllu máli að efnahagsaðstæður hérna verði með þeim hætti að fólk og reyndar fyrirtækin líka að staða þeirra batni vegna þess að það að vera að glíma við erfiða greiðslustöðu það eru raunin bara afleiðingar af einhverju öðru og undirliggjandi þættirnir eru þessar efnahagsaðstæður. Það eru vextirnir og það eru auðvitað tekjumyndin í landinu. Þess vegna er bara aðeins að bæta í það þess vegna er að tekjuframvindan sem að gerir þér kleift hugsanlega að nýta þér frystingarnar nýta þér frestunina. Hvort að tekst eða tekst ekki, það fyrir þetta tekjuframvindunni þegar aðeins frá líður. Pétur Guðmundur Ólafsson hagfræðingur var hérna í Silfri Egils á sunnudaginn og hann talaði það að það væri eitthvað endurskoðunarákvæði sem að
væri hreinlega í endurskoðun hjá bönkunum varðandi verðtryggðu lánin og það ætti hugsanlega að fara hækka umtalsvert vextina á þeim. Þetta rétt hjá hann? Það eru varðandi verðtryggðu lánin, þá eru vaxtaendurskoðunar ákvæði á 5 ára fresti í samningunum hjá okkur og þannig að það ætti svona fyrsta endurskoðun ætti að koma til álita í haust. Það hefur engin ákvörðun verið tekin það hvort að vextirnir verða hækkaðir. Við vonum að sjálfsögðu eins og Ásmundur var að segja að vextirnir verði komnir að verða orðið mikið lægri á þeim tíma. Þannig að það væri kannski orðið fýsilegu kostur fyrir viðskiptavina að fara úr verðtryggðum lánum yfir í óverðtryggð. En það skiptir náttúrulega mjög miklu máli hvernig vaxtastigið verður. Þannig ég held að ég bara vona að við verðum komið með aðra lausnir þegar að því kemur. Þannig að þurfi ekki að koma til þess. Þannig að óbreyttu þá stendur þetta ekki til, ef að þetta allt saman gengur eftir? Ef allt gengur eftir og við náum að breyta sem flestum að verðtryggðum lánum yfir í óverðtryggð og verðum náttúrulega að koma okkur upp ykkur prógrami varðandi það, en það byggir að því að vaxtastigið fari niður. Ég bætti við að til upplýsingar að þessi verðtryggðu íbúðalán sem Nýja Kaupþing hefur veitt, að þau eru ekki með endurskoðunar á hvað þessu tagi, þannig að það verður ekki að ræða endurskoðun á vöxtunum. Aðeins að koma inn í þetta líka, því að við erum alveg í sömu stöðu eins og Íslandsbanki með það, að það er endurskoðunar tíma á þessu haust, að þá skiptir máli ekki bara að ná niður vöxtunum á óverðtryggðu lánum, það skiptir líka máli að verðtryggðu skuldabréfin að það sé að fara niður með þau. Og þess vegna eins og ég segi, við höfum verið á okkar hálfu að lækka okkar óverðtryggðu vexti, þannig að við erum komin alveg niður í það mörk að liggja þar sem að Seðlabankinn í rauninni setur okkur stólinn fyrir dyrnar og þess vegna erum við að biðja hann að ganga lengra. Og ef að það ekki hefur á næstu mánuðum áhrif á verðtryggðu vextina, þá til ég að það sé bara brýnt og nauðsynlegt að Seðlabankinn komi þar inn líka til þess að keyra niður þá vexti með aðgerðum á skuldabréfamarkaði. Vegna þess að þetta er grundvallarmál ekki bara fyrir fólk, svo ég endurtaki að þetta er líka fyrir fyrirtæki. En aðeins að vegna þess að það hefur verið út af þessari umræðu og þessi úrræði sem eru í boði, að þá hafa margir velti fyrir sér hvort að það væri ekki einfaldast mála því að fyrst að bankarnir eru ju allir konir eða þessi þrír að minnsta kosti konir í ríkiseigu, hvort það væri ekki eðlilegra að þau úrræði sem í boði eru séu öll unnin einfaldlega í gegnum bankana, að fólk eigi það þá bara við sínar fjármálastofnanir, sína viðskiptabanka, hvernig þetta er gert, en ekki eins og hugsuninni núna að gera þetta í gegnum ráðgjafarstofum fjármálheimilana. Hvað hefur ykkur á skoðun á því ástandi? Væri það ekki mun auðveldara að fólk geti leitað með þetta bara allt í sín banka? Er ekki sérfræði þekkingin til staðar þá? Nú veit ég ekki alveg hvað það tala þarna, en allavega þá er það ljóst að fólk leitar í dag til síns banka. Ég tek undir að hjá Birnu að það er mjög slæmt ef að fólk hikar eitthvað við að koma til bankana vegna sín erfiðleika. Og ég held að það er kannski dálítið meira við reyndar hópinn sem var komin í vandræði á þessum kreppan skall á. Hjá hinum hefur þetta orðið svo mikið högg að þeir verða að bregðast við eiginlega og hafa þess vegna kannski frekar leita til okkar. En við erum með, ef ég bara tek eins og það er í Landsbankanum, þá erum við með 15 manns miðlægt sem gera ekkert annað en sinna þessu. Við erum með síðan útibúin, þannig að við erum með 50-60 manns sem eru á fullu að vinna í þessum málum. Þannig auðvitað er þetta að gerast í bönkunum. Samræming á milli þeirra hefur líka verið mjög mikil í þessu. Það hefur verið farið yfir þetta sameiginlega. Stjórnvöld hafa tekið þátt í því að móta þær leikreglur sem við erum að vinna eftir og ég veit að hjá okkur hefur, ég held að ég fari rétt með það séu svona 700 mann sem eru búin að fara í gegnum þessa endurskipulagningu hjá okkur og af þeim eru svona tæplega 60 sem eru þá vantilega á leiðinni inn í greiðsluaðlögunina eða hugsanlega í einhverju aðra meðferð. Þannig að við erum með þetta á fullu en ráðgjafarstofa heimilana er mjög mikilvægur liður vegna þess að það eru líka ýmsir aðilar heldur en bankarnir sem að koma og valda greiðsluerfiðleikum ef ég orða það þannig. Eða eru aðilar að greiðsluerfiðleikum. Þannig að það þarf að stilla þetta saman og við höfum alltaf staðið að ef við jákvæð gagnvart ráðgjafarstofu heimilana og mann og upphafi sett á laggirnar með bönkunum og bankarnir alltaf unni vel með en ég best veit. Ég held að það sé bara mjög mikilvægt að þessi unni svona sameiginlega
og ég veit að það eru umræður einmitt núna í gangi að auka við þann starfsmannafjölda sem hjá ráðgjafarstofunni því að það er langi biðlista þar og það er örugglega, við bara vinnum sameiginlega að því að leysa það, hvort að það verður gert í gegnum þá eða gegnum bankana eða við lánum starfsfólk með einhverjum hætti, þannig að það er bara einmitt verið núna þessa dagana að ræða það, hvaða leið er best. Og eins og Ásmundur sagði, þá þetta er ekki allt bara húsnæðislánin og lánasjóð með í bankanum, það eru aðra skuldir líka sem þetta eiga við og stundum er ágætt fyrir viðskiptavininn að fara eitthvað annað aðeins að ræða þessi mál, er búin að kannski fara og skoða öll þau úrræði sem eru í bankanum og vilja kannski ræða við eitthvað fyrir utan bankanum málið. Þannig að það er svona misjafna skoðanir á því hvar þessi mál sitja best. Ég held að sé algjörlega óraunhæft að ætla sér að vinna þetta öðruvísi en í nánu samstarfi við bankana. Þar er afkastagetan, þar er sérfræðiþekkingin og ætla sér að fara að byggja upp kannski eitthvað hliðstætt kerfi miðlægt. Ég held að það sé ekki rétt. En þá skulum við Það getur út af þessi staði hvort með öðru eins og betur segir, sko, og hefur gert það aðeins að fyrirtækjunum, það hefur líka komið fram gagnrýni og nokkuð hörð gagnrýni á bankana vegna þess að fyrirtækjum finnst sem að þau sé ekki að njóta eitthvað sem þau kalla eðlilega fyrirgreiðslu. Þetta standi bara fyrirtækjarekstri fyrir þrifum, eins sé samkeppnisstaða þeirra skert gagnvart fyrirtækjum sem að séu núna komin í hendurnar á bönkunum. Hvernig er staða ykkar til þess að lána fyrirtækjum í dag? Hvernig eru þið stakk búin til þess og hvað veldur þessari því að svona margir kvarta undan því að þetta gangi ekki svona? Bankarnir eru með svo kosti nýja kaupþingar ágætlega í stakk búið að lána fyrirtækjum. Það eru peningar í bankanum og ekki því til fyrstu að lána. En eins og hefur komið ítrekar fram núna í þessu spjall okkar, þá eru vextir háir og það er ekki mikil eftirspurn eftir lánsfé í ný verkefni. En þetta auðvitað breytist eftir því sem að efnahagsaðstæður batna og vextir lækka. En bankarnir, minnst okkur nýja kaupning er reiðubúið að vinna með fyrirtækjum og er að vinna með fyrirtækjum daginn út og daginn inn í að endurfjármagna, í að grípa til einhverja aðgerða til að hjálpa fyrirtækjunum að komast í gegnum þessa holskeflu. En það má hins vegar ekki gleyma því að forsendur mjög margra fyrirtækja hafa breyst og stundum auðvitað kemur þá upp einhverja vangaveltur milli banka og viðkomandi fyrirtæki sem hvernig framtíðarhorfurnar eru og annað í þeim dúr. Nú síðan eru ýmis fyrirtæki sem eru kannski svona þessi stærri og sem hafa verið með flóknari lánapakka og þau eru að lendi því núna eftir að bankarnir eru 6 ríkisbankarnir, það sé að 9 og gamlu bankarnir, að þurfa ef til vill að útkljá einhver mál sín á 3, 4, jafnvel 5 stöðum sem að flækir málin og þau eru þá að upplifa það að ekkert mjakast. Þannig að það geta verið ýmsar ástæður fyrir þessari óánægju sem að greinilega er víða á reiki. En það ekki þannig samt Ásmundur, ekki verið að ganga lengra í að fá til dæmis ábyrgðir og það kannski eðlilega meira eftirlit með því hvernig verið að lána peninga í dag? Það ekki það sem hefur líka áhrif þannig? Ég held satt að segja að það hefur mjög lítil áhrif í þessu samhengi, sko. Ég held að það eins og Finnur lýsir að það náttúrulega við það háa vaxtastig sem við erum með í dag, þá sóknin í lánin bara ósköp einfaldlega ekkert rosaleg og ég kannast ekkert við það að menn fari bónliði til búðar þeir sem hafa lánshæfi. Ég held að það eigi ekkert frekar við í Landsbankanum en öðrum bönkum. Ég held að við séum bara öll í þessari sömu stöðu að við höfum lausafjárstöðu til þess að sinna þeim almennu þörfum sem eru upp í samfélaginu með lán. En illa stödd fyrirtæki, eru þið að sinna þeim nægilega vel ef að voru það þannig? Já, sko, hvernig sinnur þið illa stöddu fyrirtæki? Þú gerir það náttúrulega fyrst og fremst með því að gefa fyrirtækinu svigrúm til þess að sjá hvort það getur unnið sig í gegnum erfiðleikana. Og það má segja að þetta hálfa ár sem liðið frá því að hrunið var, það hefur verið slíkur tími. Þannig að það má alveg segja að bankarnir hefur getað farið rösklegar fram í því að ganga að fyrirtækjum og svo framvegis, en ég held að það ekki verið skynsamlegt vegna efnahagslífsins. Og ég held að við eigum að fara bara með gætni og sko beinfallega þar. Við eigum að fara hóflega í það hvernig við snúum okkur gagnvart fyrirtækjum í erfiðleikum. En ég vil líka segja það og við höfum lagt töluverða áherslu á það innan Landsbankans að
það skiptir mjög miklu máli að þegar erfiðleikarnir eru svona miklir og allir eru að hugsa þessa erfiðleika og takast á við þá, að það má ekki gleyma þeim sem eru með burði til þess að gera ýmislegt. Það má ekki gleyma þeim sem að eru þeir að verða svo margir hérna? Margir og ekki margir. Sem betur fyrr. Já, með vaxtastigið ekki forsenda til þess að ráðast í mikla fjárfestingar, það bara einfaldlega ekki þannig. Og það líka þegar eftirspurnin í samfélaginu dregst snögglega saman, þá þarf ekki að kaupa nýja vél til þess að sinna þörfinni. Það því miður bara ósköp einfalt staðreynd. En ég held að það séu mörg fyrirtæki og margir einstaklingar sem hafi burði til að gera ýmislegt og við verðum að styðja við bakið á þeim því það þannig sem við vinnum okkur út úr kreppunni. Við gerum það með því að þeir taki til hendi. Já, það gætir misskilning svarandi það að ég held að það séu margir sem að fyrirtæki og einstaklingar sem að telja að það sé ekki hægt að fá neinn lán í bönkunum í dag og það algjör misskilningur og það hefur verið náttúrulega mikið bara í fjölmiðlum og mikið rætt víða að það sé engin peninga til. Það ekki rétt og við erum að lána út peninga rétt eins og hinn í bankarnir en það náttúrulega eftirspurnin mjög takmörkuð og það náttúrulega skýrist aðalega af vaxtastiginu eins og hefur komið fram. En svona gagnrýni Birna eins og á Glitni Íslandsbanka fyrirgefðu sem að snýst það til dæmis að nú eru þið komin til dæmis með þetta fyrirtæki sem steypustöðin og það sé eftir því sem fleiri fyrirtæki komist í hendur bankana að þeim erfiðara verði fyrir samkeppnisaðilana að standa í rekstri vegna þess að bankarnir jafnvel þá beiti sér hreinlega fyrir þau fyrirtæki. Já, það nú mikilvægt að komið fram að Íslandsbanki síðan við tókum sér starfa fyrir 6 mánuðum, við höfum ekki tekið að listur okkar eitt einasta fyrirtæki. Þannig að ég ekki að segja að það fari ekki að koma að því, en það við höfum ekki gert það. Steypustöðin var eitt af þeim fyrirtæki sem við tókum yfir af gamla bankanum, sem gamli banki var búin að leysa til sín. Hann á leiðinni í sölu meðferð, þannig að við erum ætlum að selja það fyrirtæki og gerum það án efa með öll þau fyrirtæki sem við eigum eftir að taka yfir, að reyna að koma þeim í sölu eins fljótt eins og hægt Því ég tel að bankar séu ekkert góðir aðilar í rekstri fyrirtæki. Hvernig hafið þið verið þá á þessum tíma, eins og að því að það hefur komið fram gagnrýni á það, hvernig þið hafið stýrt málum varðandi steypustöðinni? Já, við erum búin að láta skoða, það kom ákveðna ásakanir og við erum búin að láta skoða það og það hefur allt verið algjörlega faglega að verki staðið varðandi það. Þannig að þetta ekki rétt að þið hafið verið að beina verkefnum sérstaklega þangað? Nei. Og meira þess að verktakafyrirtæki sem í okkar eigu hefur ekki verið að versla við okkur. Þetta fyrirtæki sem við eigum með steypustöð. En aðeins að þessu með, því að Birna segir að það getur vel verið að það þurfi að fara að bankar þurfi að fara að leysa til sín fleiri fyrirtæki heldur en hefur gert fyrir. Hvað finnst ykkur hugmynd eins og þetta eignaumsýslufélag sem að minnstakosti hefur verið rætt af eitthvað aðeins á nýrri ríkisstjórn? Ég vona að það verði óþarft, slíkt félag. Bendir eitthvað til þess að það verði óþarft? Bankarnir eru allir að taka á þessum málum, hver í sínum ranni og allavega ef aðstæður versna ekki mikið frá því sem að nú að þá telja að bankarnir sjálfur muni ráða við þetta verkefni. Og að svona miðlægt félag verði óþarft. Það kann reyndar að vera að einhver félag séu þess eðlis að samfélagslegt hlutverk þeirra kalli beinlínis á það að þetta sé leyst í gegnum miðlægt félag á vegum ríkisins. En ég held að í lang flestum tilvikum þá muni bankarnir geta séð þetta alveg ágætlega. Aðeins varðandi þessa efnahagsreikninga sem að menn á nú beðið töluvert eftir og hefur nú verið talað sem svona forsenda fyrir því að þessi banka geti þá, annarkvort þá skýrist nú kannski eitthvað með eignarhaldið og nú fleira. Hvað geturðu sagt mér eitthvað það ástundur? Hvað að frétta af þeim málum og þá væntanlega viðræðum við kröfuhafa í tengslum við það? Já, ég get alveg sagt þér það. Við reiknum með því að niðurstaðan í þessu fáist í byrjun júní, þannig að við stöndum með efnahagsreikninga í byrjun júní. En ég kannski leggja áherslu á það að það ekki skortur á efnahagsreikningi sem stendur okkur fyrir þrifum í þessari daglegu starfsemi. Efnahagsreikningur hann hefur verið fyrst og fremst gildi gagnvart aðstoð okkar til að sækja út á lánamarkað sjálf, þar að segja til þess að leita eftir lánum og sá markaður nú býsna þröngur í dag. Ég held að hann mun ekki kannski breytast í miður mikið í júní þegar við fáum efnahagsreikningin. En varðandi kröfuhafana, þá get ég sagt það að kröfuhafarnir á Íslandsbanka, þeir eru tryggingarsjóðir og ríkissjóður
á Íslandi, Bretlandi og Hollandi. Og ég var reyndar í þeirri aðstöðu að fara fyrir á fundi sem við áttum við Breta í nóvember og þá tók ég þetta sérstaklega upp gagnvart breska fjármálaráðuneytinu og ég held ég sé ekki að rjúfa neitt trúna með að segja það að þeir eftirgangsmunni tóku að sér að fara heim og spyrjast fyrir það og svarið frá Alistair Darling var mjög skýrt: enga íslenska fjármálastofnun takk hvorki að hluta eða öllu leyti. Kemur kannski ekki sérstaklega óvart? Nei, kom mér ekkert mjög óvart heldur en þess vegna held ég að þetta ég ekki beint við Landsbankann en það kann hins vegar líka þýða það að Landsbanki verði með þess vegna tærara eða hreinna eignarhald sem að kann út af fyrir sig auðvelda það að selja hann í heilu lagi eða skömmtum eftir atvikum. Hvernig þetta hjá ykkur, Birna? Við erum eins og hinir bankarnir að vinna að efnahagsreikningnum og við vonum að þetta verði til í byrjun júní eða það allavega stemt að því. Og eignarhald kröfuhafa, já, til umræðu hjá okkur og hversu mikið og með hvaða hætti og bara verið að skoða þessa dagana og viðræður náttúrulega eru framundan við þá það. Þannig að það ekkert komið á hreint hvort að þeir komi með beinni eignaraðild að bankanum eða verði eingöngu eigendur eða þetta að kalla það svo í gegnum skuldabriði sem verður á milli bankana tveggja, gamla og nýja. Ég tek undir það með Ásmund að ég held að það skipti ekki máli fyrir daglega starfsemi bankana hvort þið geti lánað eða afgreitt kreditkort eða eitthvað þess að hvort þessi efnahagsreikningur til eða ekki. En hann hefur hins vegar gildi varðandi það að útbúa nákvæmar rekstraráætlanir, gera bankana upp með almennilegum hætti. Þess vegna er mjög mikilvægt að fá það og eins bara til þess að klára þetta þannig að svona allt sem lítur að stofnun bankana sé frá gengið. Aðeins að hérna það var þessi Weimann-skýrsla sem var talað hérna svolítið fyrir kosningar. Getið þið frætt mig og það væntanlega Íslendinga eitthvað aðeins meir það hvert efnið þessar skýrslu og hvort að hún sé, gefi það til kynna að hér sé að verða einhvers konar annar hrun eins og að gefi til kynna hérna fyrir kosningar. Byrjum bara þér, Ásmundur. Ég get samt ekkert frætt þessa skýrslu, ég veit ekki hvað skýrsla þetta er. Skýrslan sem ég sé frá Ólafur Weimann var verklagsreglur í sambandi við matið á eignálum sem að við varum yfirtaka frá gömlu bönkunum og skýrslurnar sem hefur fengið það uppgjör sem eru reyndar frá Deloitte en ekki Ólafur Weimann, eða reyndar, Ólafur Weimann er komin að því líka reyndar, að þær höfum við bara séð sem snúað okkur, ekki að hinum bönkunum, þannig ég get ekkert sagt það, en þetta, ég veit ekki hvernig ég á að skýra það, en í uppgjörun á efnahagsreikningnum, að þá eru þær eignir eða þau útlán sem við erum að kaupa á gamla bankanum, þau eru metin og það er ljóst að þar verður að gera ráð fyrir þeim afskriftum sem að munu lenda á nýju bönkunum þegar að til uppgjörs kemur á lánunum og síðan þurfum við að borga fyrir það sem á milli stendur og við þurfum átt okkur á því hvernig það gerist. Þetta gerist upp í efnahagsreikningnum þegar hann verður lagður fyrir og fyrir heldur en að við vitum eitthvað hann, þá getum við ekki sagt það, en við höfum unnið í fullu trausti þess að yfirlýsingar stjórnvalda það að efnahagurinn verði traustur þegar bankarnir fara af stað, að það er standi. Þannig að við erum ekkert að hika í okkar daglegu störfum. Ég held að þetta eigi bara við bankan alla. Við vinnum bara eins og við séum með traustan efnahag, þó við vitum ekki ennþá hvernig það verður. En er eitthvað hægt að útiloka það að hér geti hreinlega í bankakerfið hrunið aftur eða að þetta standist allt sem bjartsýnustu menn segja? Hvað segir það, Birna? Ég er nú bara venjulega bjartsýn, þannig nei, ég tel enga hættu það. Ég tel enga hættu því að það verði annar hrun. Ég held að bankarnir séu eins og nefnt var ég held að ríkisstjórnin ætla að gera þessa banka þannig að þeir verði starfshæfir vel og komi með eigið fé í bankana til þess að verði það. Þannig að ég bara hef fulla trú á því. En það mesti áhættu þátturinn í starfsemi bankana er þessi ójöfnuður sem er á milli eigna og skulda í erlendri mynt og íslenskum krónum. En það er auðvitað verið að leita leiða til þess að eyða því ójöfnuður. En sá ójöfnuður, getur hann ekki valdið því einfaldlega að bankarnir fara að éta upp þá sitt eigið fé eða hvernig? Nei, það þarf auðvitað að bregðast við honum. Það þarf með einhverjum hætti að draga úr þessum ójöfnuði og nú er verið að leita leiða til þess að gera það. Það er ýmsar leiðir, þetta getur verið fast í hendi með það? Nei, en það er verið að skoða það margar leiðir, þannig ég hef fulla trú að það leysist með einhverjum hætti. Bara svona hafa þetta loka orðin, ég þakka ykkur þreymur fyrir komuna.